Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Við ætlum að byrja dálítið í alþjóðamálum, Evrópusambandinu, NATO, Sýrlandi, Rússlandi, víkjum kannski að borgarstjórna, sveitarstjórnarkosningunum sem vera að fara fram hér á næstunni. Við ætlum að tala skerðingar á lífeyri aldraðra. Þetta stórmál, ég eiginlega búinn að lofa því að fjalla þetta og Hálfparti sveik það í síðasta þætti. Nú ætla ég að standa við það og svo ætlum við að fjalla launakjör bæði í atvinnulífinu og hjá hinu opinbera, hjá forstjórum, hvernig kaupin gerast á eyrinni og hvort að menn séu kannski að missa dálítið sjónar á því sem gott og siðlegt og ætti að vera veruleiki í þessu landi. En við byrjum hérna með Ögmundi Jónassyni, Birgi Þórarinssyni sem þingmaður Miðflokksins, við erum með landsþing núna, Helgu Völu Helgadóttur og Óla Birni Kárasyni og ég ætla bara að spyrja sko, við stóðum einhvern veginn hálfparti frammi fyrir því fannst okkur daginn og það var nú kannski misskilningur að það myndi bara brjótast hugsanlega stríð, stórstyrjöld við Miðjarðarhaf. Fólk var skítrætt, logandi hrætt. Bandaríkin, Frakkland og Bretland gerðu árásir, þær voru nú takmarkaðir en það reyndust vera en svo þetta náttúrulega partur af því að það eru hvarvetna einhvers konar togstreita milli Rússa og Bandaríkjanna og Evrópusambandsins og menn eru jafnvel að tala að það sé komið nýtt kalt stríð. Birgir? Já, ég held að það sé alveg rétt. Ég held að það sé komið nýtt kalt stríð. En hættan sú sko í þessu og rétt að benda á það sko í upphafi þetta borgarastríð sem síðan þróast yfir í að vera nokkurs konar alþjóðlegt stríð vegna þess að þarna eru komin önnur ríki eins og þú segir réttilega, Bandaríkjamenn og Rússar og svo hætta svo verulega fyrir hendi að eins og aðgerðir eins og þessar að sprengja hérna efnavopnaverksmiðjur geti leitt til þess að verði mannfall á meðal Rússa og þá eru Bandaríkjamenn komnir þar inn í og þannig að þarna þetta að verða atburðarás sem við getum mist hæglega úr böndunum og verulegt áhyggjuefni hvernig þetta þróast þessi deila. En í mínum huga þá bara mjög mikilvægt að það verið fundið pólitísk lausn á þessari deilu. Hernaðaraðgerðir eru ekki lausnin í þessu máli. Það alveg klárt. Sko nú hefur þú starfað þarna fyrir botni Miðjarðarhafs í Ísrael og Palestínu og þú þekkir ástandið þarna vel og við vitum að það hefur nú gengið býsna erfiðlega að finna pólitískar lausnir á vandamálum þarna. Það hefur gengið mjög erfiðlega en það svolítið sérstakt að segja frá því að ég starfaði meðal Palestínumanna Araba og þeir horfðu alltaf til Sýrlands með ákveðnu ljóma. Og þegar Assad þarna og þegar það friður að þá var gott velferðarkerfi í landinu og hann má eiga það sem hann má eiga. Ekki það, ég ekki sammála því sem hefur verið gert síðan styrjöldin hófst en Palestínumenn og Arabar hófðu jákvæðum augum til þessa lands og síðan þróast þetta með þessum hætti sem náttúrulega afar dapurlegt því að þetta bitnar fyrst og fremst á almenningi. Og ég hef komið í þessar flóttamannabúðir ekki reyndar í Sýrlandi, bæði í Gaza, Jórdaníu og fleiri stöðum og ástandið náttúrulega bara mjög bágborið og vita til þess að þessi hlutir hérna í gangi að maður finnur mjög til með þessu fólki og stofnunin sem ég starfaði fyrir sem heitir UNRWA, hún með flóttamannabúðir í Sýrlandi og það hefur verið afar erfitt að koma hjálpargögnum að öðru slíku til þurfandi fólks þannig að ég þekki mjög vel hvernig þetta ástand og sorglegt að skuli ekki alþjóðasamfélagi skuli ekki geta fundið lausn á þessu. Öryggisráðið fundaði á Skáni í Svíþjóð, engar niðurstöður. Þannig að þetta ákaflega dapurlegt og mikið áhyggjuefni hvernig þetta. En svo í gangi mikið, ég meinir að kenna hvorum hverjum sé að kenna þessi, hver sé mest í skúrkurum, hvort það sé Assad, hvort það sé Bandaríkin sem hafi hleypt þarna öll í bál og brand og þetta deila sem geysar á internetinu, stanslaust. Búin að vera í 7 ár og það ekki að sjá neina lausn. En ég held að kjarninn sem ég sá að Sameinuðu þjóðirnar verði að ná einhvers konar friðarviðræðum á stað aftur. Þetta Genfar-dæmi hefur ekki gengið upp. Það voru viðræður í Sochi sem að Rússar stóðu fyrir. Ég held að svoleiðis viðræður sé ekki að hjálpa til. Það allavega mín reynsla að þessu störfum. Að þetta verða að vera undir merkjum Sameinuðu þjóðanna. Og alþjóðasamfélagið verður að taka sig á og öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. En því miður að þá það bara batteri, svo við segjum, sem ekki að fungera nægilega vegna þess að þetta neitunarvald hann til staðar. Ögmundur, hvernig horfir þetta við þér? Nú voru þarna þessar hernaðaraðgerðir og það svona, við eiginlega vitum ekki eða það hefur verið nánast verið deilt það í vikunni hvort að við séum að hve miklu leyti við séum að styðja þér. Má kannski segja að forsætisráðherrann hafi lent í og gömula flokkssystin hafi lent í dálítið vandræðum út af því.
Já, þetta náttúrulega árás sem ekki gerð í nafni NATO. Þetta eru einstök ríki sem að framkvæma og svo eftir á staðhæft að öll aðildarríki NATO styðji aðgerðirnar. En þessi spurning alþjóðasamfélagið og heitt stríð og kalt stríð, þetta í rauninni framhald á heitu stríði langs tíma. Og hvað þetta alþjóðasamfélag? Jú, þá erum við að tala stórveldin fyrst og fremst. Við erum að tala gömlu nýlenduveldin sem að hafa verið með puttana í þessum heimshluta. Suez, Írak, Afganistan. Það var talað opinskátt regime change, þörfin á því að breyta eða setja valdhafa af í Írak, í Sýrlandi, í Líbíu. Við erum að fá fréttir af því núna að í Líbíu eftir afskipti alþjóðasamfélagsins sem kallað sem var þá NATO, þá erum við komin með einhverja alveg verstu harðstjórn sem að það hefur verið og var hún nógu slæm fyrir með brjálæðinginn Gaddafi. Nú sagt að stunduð þrælaverslun í Líbíu og Obama að lýsa því yfir að það sé ekkert sem að sjá eins mikið eftir og hafi ekki tekið betur á málum í Líbíu eftir árásirnar. En það sem ég að vekja athygli á að heimsveldin og þá ekki síst gömlu nýlenduveldin hafa haft puttana í þessum heimshluta og þó að margt slæmt sé að það að gerast að þá hafa líka verið teikn uppi að það kunni að vera nást aukinn stöðugleiki að samskipti milli Íran, Írak, Sýrlands, Líbanon sé að færast í betra horf og það var einhver sem að skrifaði í pistli sem ég las í gær að það væri kannski hætta á því að stöðugleiki breytist út. Já. Og ég spyr sjálfa mig hvaða sem að vakir fyrir stórveldunum. Og þú meina þá kannski aðalega Bandaríkjunum, Frakklandi og Bretlandi? Já, NATO-ríkjunum sem þarna eru málum. Og það eru önnur hlið á þessu máli. Þegar við erum að tala Bandaríkjunum og síðan Rússa sem hafa puttana náttúrulega í Afganistan og í Sýrlandi, hafa haft herstöða þar. Það eru margir sem líta á stríðið í Sýrland sem innrás í fullvalda ríki. Innrás Bandaríkjanna í fullvalda ríki? Innrás, já, aðilega sem að þeir hafa síðan stutt. Það eru þessar ISIS, jihadistar og sem að Sádi-Arabarnir hafa stutt líka og svo hafa hinir Íranirnar hafa komið inn með Sýrlandi. Og þetta umræða sem minnir sumt á Víetnam. Hvernig hætti Víetnamstríðið? Það hætti þegar að innrásarherinn hafði sig á brott, þegar að bandaríski innrásarherinn hafði sig á brott frá Suðaustur-Asíu, frá Víetnam. Og þegar við tölum alþjóðasamfélagið og þurfum að semja, erum við þá að óska eftir því að til að semja framtíð Sýrlands setjist að borði Putin, Donald Trump, Theresa May, kóngurinn í Sádi-Arabíu. Hverjir það sem eiga að semja? Það ekki þannig að óstöðugleikinn í þessum ríkjum vegna afskipta alþjóðasamfélagsins? Meinar þú þá að, ef að Bandaríkin draga, það breytir kannski ekki svo miklu ef að Bandaríkin draga sig núna því að þau eru ekki með mjög stóran her. Nei, en þau eru með her fyrir utan Sýrlandsstrendur og stemdu öllum sínum flota, þarna Miðjarðarhafsflota til þessara árása. Þau vorum að tala Líbíu, það voru 10.000 flugskeita loftárásir á Líbíu á sínum tíma. Það var gert í nafni NATO. Þannig að þegar ég að segja þetta, að þegar við tölum alþjóðasamfélagið, heitt stríð og kalt stríð, þá skulum við horfa svolítið að okkar ábyrgð og við erum hluta NATO og sumt af þessu gert í nafni NATO. Hvað segir þið þetta? Viltu byrja Helga? Ég tek heilshugar undir það sem að Birgir Þórarinsson sagði hérna áðan. Við eigum að keyra á það að, hvað segirðu? Það frekar auðvelt að segja við eigum að keyra á friðsamlegum leiðum. Þessar árásir voru það rangar? Já, ég tel að það hafi verið rangar og við í Samfylkingunni teljum að það hafi ekki verið búið að rannsaka það sem var byrjað að rannsaka, það að segja þessar efnavopna árásir. Þannig að það verður auðvitað að leyfa þeim aðilum sem að koma að slíku að rannsaka, að klára þá rannsókn til þess að sjá var þetta raunverulega að gerast. Af því að við lifum á þannig tímum í dag að svona styrjaldir og svona árásir eru nánast í beinni útsendingu og við vitum ekki hvað satt og hvað logið í þessum efnum. Það bara óvart þannig hjá okkur. Af því að þetta líka, þetta svo mikið valdastríð milli óskyldra aðila. Það að segja, ótengdra aðila. Þetta ekki bara vandamál Sýrlands. Þetta eins og Ögmundur sagði, þetta eru gjör ólíkir aðilar og þess vegna verður auðvitað að byrja á því að rannsaka átti þetta sér raunverulega staðið eða ekki
Þegar það komið botn í það, þá getum við brugðist við, en ekki með hernaðaraðgerðum, heldur finnst mér og er algjörlega hörð á því að Sameinuðu þjóðirnar eiga stíga miklu fastar inn í þetta. Þeir geta það ekki vegna þess að það er neitunarvald í samvinnu í Já, en ég held að það sé ekki fullreynt. Ég held að það þurfi þá að stilla þeim sem að beita þessu neitunarvaldi einfallega upp í vegg. Það er Rússar. Já, og Bandaríkjamenn. Það voru þrjár tillögur sem voru borðaðar og það er ekkert sagt frá þessum tillögum hinnum vegna þess að deilan snerist ekki rannsókn, hvort hún ætti að fara fram, heldur með hvaða hætti rannsóknin ætti að fara fram og hvort það ætti að rannsaka Sýrlandsher einan eða móta aðilana einnig. Það snerist þetta. Sem ég vil líka benda á, og það er óhugnalegt að einstakir aðilar geti ákveðið svona innrás án þess að bera það undir þjóðþingin. Og það hefur til dæmis Kópurinn bent á, að hann var mjög ósáttur við það. En má ég spyrja, ef það hefði verið árás, þarna kemísk árás, og nú hafa Sýrlendingar beitt slíkum vopnum, við vitum það, og ISIS hafa gert það líka í Sýrlandi og þessi ríki sem að ráðast inn í Sýrland, þau hafa mörg hver efnavopn undir höndum, sjálf, NATO-ríkin. Þannig að ég spyr, ef að það hefði komið á daginn, órækar sannanir fyrir því að efnavopnum hefði verið beitt, var þá réttlætanlegt að NATO réðist á Sýrland? Ég spyr, þetta eru spurningar sem að þarf að... Mér finnst það ekki réttlætanlegt að beita hernaði. Auðvitað er það einstaka sinnum og óhjákvæmilegt. En eigum við þá eitthvað erindi í NATO? Ég meina, ef við erum á móti því að beita hernaði, eigum við þá eitthvað erindi í NATO? Myndi Samfylkingin kannski bara taka í mál að fara að ganga úr NATO? Samfylkingin hefur ekki samþykkt það á landsfundinni. Nei. Óli Björn, hvernig horfir þetta við þér? Já, pínlítið öðruvísi, sem er ekki óvart. Sko, við getum nú rætt hér á eftir hvort að kaldastríðið gengið í garðið eða ekki. Ég ætla nú að draga það í efa. Það eru öðruvísi hættur, annars konar hættur sem steðja að okkur, ekki minni heldur en áður á tímum kaldastríðsins. En varðandi árás þessara þriggja landa, Frakkland, Bretlands og Bandaríkjanna, á 3 efnavopnaverksmiðjur í Sýrlandi. Þá spyr ég, sko, við stöndum auðvitað frammi fyrir því Íslendingar sem og aðrar svona vestræna þjóðir, frjálsar þjóðir, þjóðir sem standa fyrir lýðræði og frelsi einstaklingsins. Ætlum við að horfa aðgerðalaus á þegar að einhverju ógeðfelldustu vopnum sem mannkynið hefur fundið upp, efnavopnum, beitt. Eða ætlum við bara að setjast niður og ræða málin svona og reyna að finna einhverja lausn. Eða ætlum við að gefa til kynna að við munum ekki undir neinum kringumstæðum sitja aðgerðalaus hjá. Það er að segja, það auðvitað þannig. Ég tel að okkur beri siðferðilega skylda til þess að beita aðferðum til að tryggja líf almennra borgara í öðrum löndum sem því miður búa við ömurlegt ástand, stríðsástand, sem verða síðan fyrir því að það beitt efnavopnum gegn þeim. Mér finnst það ekki kostur í stöðunni að við bara setjum hjá og segjum, já, við ætlum að ræða málin. Við þurfum að vita hvort efnavopnum Já, þeim var beitt. Vitum við það? Já, við búið að rannsaka? Já, hvað ætlar að rannsaka allt? Nei, við erum ekki fyrir dóm. Þetta er ekki spurningur sönnunarbyrði fyrir dómstól. Já, ég held að upplýsingarna liggi fyrir og það kemur óvart ef að það dregið ef að efnavopnum hafi verið beitt. Já. Sko, þetta náttúrulega hann ránkjaður Óli Björn. Nei, ég ætla bara að segja sko eitt Ögmundur, ég meina það auðvitað þannig að við höfum ekki þessar árásir að segja. Við komum ekki að þeirri ákvörðun. Við hins vegar vorum upplýst eins og önnur NATO-ríki og sýndu skilning og styðjum þær eftir á. En þú komst að því að taka ákvörðun það að hefja loftárásir á Líbíu á sínum tíma. Það var þín ríkisstjórn og ykkar tveggja sem studdi loftárásirnar á Líbíu og afleiðingarnar af þeim loftárásum eru eins og þú varst að lýsa. Já, nú skal ég segja þér eitt og geta upplýst í það. Sú ákvörðun var aldrei borin upp í ríkisstjórn. Og í ríkisstjórn gerði ég mjög ákveðna fyrirvara það sem þarna átti sér stað.
En ég vil horfa á það sem verið að gerast núna, bara svo þetta sé alveg á hreinu. Þetta var ekki borið upp í ríkisstjórn og ekki samþykkt ríkisstjórnarárásinn á Líbíu. Í fyrsta lagi þá veist þú ekkert þessar árásir í Sýrlandi, þó þú staðhæfir með þessum hætti. Og núna verið að rannsaka þessa hluti, vonandi. Það eru komnir erlendir fréttamenn inn á þessi ISIS-svæði sem áður voru lokuð þeim. Robert Fisk að skrifa í Independent og það væti miklar umræðu í fjölmiðla heiminum. Það sem hann að skrifa, það sem hann að draga í efa það sem hefur gerst, en punkturinn þessi. Það talað svolítið það í umræðunni að það séu allskyns samsæriskenningar á floti, við þekkjum það í. Það eru miklar samsæriskenningar. En staðreyndin er svo að í valdatabli heimsmálana eru samsæri og það því miður eftir á sem að í ljós kemur hver sannleikurinn er. Við þekkjum þá úr Íraksstríðinu, allar ligarnar, öll vitleysan og dellan þar. Ég var að vitna í daginn Brzezinski sem var öryggismálafulltrúi Carters. Hann dó síðastliðið vor en upplýsti það í viðtali að þegar að Rússar réðust inn í Afganistan undir árslok 1979, verður aðeins rólegur, að þá var því haldið fram og ég þekki þetta vel. Ég var fréttamaður, erlendra frétta hérna á sjónvarpinu og man vel eftir þessar umræðu. Bandaríkjamenn neituðu því að þeir hefðu haft afskipti af innanlandsmálum í Afganistan á þessum tíma. Hann upplýsir í þessu viðtali að það hafi verið rangt. Þeir hafi gert það og þeir hafi reynt að lokka Rússana inn þannig að þeir fengju líka sitt Víetnamstríð sem þeir fengu í 9 ár. Og eftir á þá koma upplýsingarnar í ljós og Óli Björn, þú getur ekki leyft þér að fullyrða hluti sem hún veist ekkert En má ég spyrja það og það grundvallar atriði Það Óli að svara. Sko, við getum endalega steilt þetta en þetta líka bara spurningun afstöðu okkar. Ég bara spyrja það einu ögmundur. Telur það að hafa verið rangt af NATO að grípa til aðgerða í Júgóslavíu árið 1999 og koma í veg fyrir þau þjóðamorð sem þar voru frammi? Sko, þarna erum við konur inn í mjög langa umræðu sem að kallar á það. En það var miklu logið líka í tengslum við bara til að klára þessu umræðu sem sá punktur. Ef við værum með nýja stjórnarskrá, þá værum við ekki að taka þátt í svona án þess að það yrði borið undir þingið. Í nýju stjórnarskráni okkar algjörlega tekið af það vald til handa einum ráðherra eða einni ríkisstjórn að fara og styðja svona árásir. Þannig að við erum með bæði Írak og Líbíu. Spurningin snýst aðild okkar að NATO og stjórnarskrá nýja eða gömul skiptir engum máli ef þú lest þetta. Það hefði verið ráðist á Sýrland alveg óháð stjórnarskrá. Ég mæli með því að allir sem hér eru kynni sér nýja stjórnarskrá. Sko, við lifum náttúrulega, menn að teygja þessar upplýsingar og við lifum náttúrulega í heimi þar sem við getum talað síðsannindi eða síðstaðrendir, postfakt, þar sem að miðlar eru notaði til að rugla frekar en að upplýsa. Þetta alveg rétt, það er mikið falska fréttir. Þú skrifaði grein þetta daginn. Grein daginn sem að, hún vakti ágætlega athygli og hún byggð á staðreyndum, hún byggð á viðtali sem ég átti við þekktan stjórnarandstæðing í Moskvu, hún byggð á skýrslu sem að Bandaríkjaþing gerði og það alveg klárt og öryggismálastjóri Evrópusambandsins hefur sagt að Rússar hafi náð miklum árangri í að nota falska fréttir í Evrópu. Og þetta bara þekkt aðferð og eins og í hernaði. Þannig að í því leytinu til er nauðsynlegt að ganga úr skuggum það að fréttir séu réttar áður en að ráðist í einhverjar aðgerðir sem geta skaðað og kostað mörg mannslíf. Þannig að þetta staðreynd og svo er þessi áráðar á netun og svo framvegis. Þannig að þetta allt orðað mjög reiki hvað rétt og hvað rangt. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt í þessu sambandi að við pössum okkur á því. Þú talaði beinlínis í greininu ákveðna tegund af stríði. Þetta svona þetta svona upplýsingarstríð. Og þú varst aðalega að tala hættuna sem stafar á Rússum í því sambandi. Jú, það eins og ég segi, bara þetta byggt á staðreyndum og þetta var mjög athyglisverð viðtal sem ég átti við þennan stjórnarandstæðing sem var nánasti samstarfsmaður Boris Nemtsov sem var myrtur í Moskvu sem þekktir. Og þeir beita þessum aðferðum, það alveg rétt og það búið að sýna fram á það. Þannig að það svo hætta líka veruleg þegar þeir eru í landinu eins og Sýrlandi að þessum aðferðum sé beitt. En kjarni málsins í mínum huga þessi að áður en að farið í þessa aðgerð eins og ég segi, þá verður við að ganga úr skuggum það að hlutinni séu sannir og réttir. Já.
Hvað með Rússland, Óli Björn? Áróðurinn sem kemur þaðan og við erum náttúrulega í þeirri stöðu núna eftir Sýrtsov tilræðið að Rússar eru í skammakróknum á margan hátt eru í refsiaðgerðir sem beitt gegn þeim og það er náttúrulega kannski ekki síst þess vegna sem við talum kalt stríð, menn hvaða hætta stafar okkur af Rússum? Ég held að almennt séu menn að átta sig á því hér á Vesturlöndum að ég vil ekki tala kalt stríð, þetta er eitthvað ný tegund og ég held að þetta sé rétt hjá Birgi mitt að rússnesk stjórnvöld beita í æ ríkari mæli falsfréttum, röngum upplýsingum, veita þeim sem miða að mér sýnist fyrst og fremst að tvennu, annars vegar að reka fleyg og sundra svona samstöðu meðal vestrænna þjóða, ríkisstjórna og svo framvegis og líka svona valda óróleika og ójafnvægi innan ríkja. Eru með vatn og myllu, alls konar öfgasamtaka, bæði til hægri og til vinstri, vegna þess að það þjónar þeirra tilgangi. Og það er alveg ljóst að það eru mjög sterkar vísbendingar minnst það að þeir hafi beitt aðferðum í Frakklandi, Ítalíu, Bandaríkjunum og örugglega víðar til að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga. Og þetta er kannski hin nýja víglína sem er ekki kaldastríðsvíglína í þeim hefðbundna skilningi. Á sama tíma sjáum við að efnahagskerfi Rússlands er meira eða minni í rúst. Þetta stórveldi áður fyrr er með landsframleiðslu sem nær varla landsframleiðslu Ítalíu. Hinn hefðbundni hernaðarmáttur Rússlands er í mólum, þar að segja hefðbundin vígbúnaður þeirra er í mólum og þeir þurfa því að treysta æ meira á kjarnorku og kjarnorku vígbúnað og við sjáum það að það er ekki bara, mér sýnist að NATO-ríkin og þess að finnst mér vont að heyra að þau tvö einhvern veginn gefið til kynna að það komið til greina að Ísland segir kannski einhvern veginn skilið við NATO sem er alveg þvert á það sem til dæmis sænsk stjórnvöld er að gera, sem er að færa sig nær NATO, og finnsk stjórnvöld eru að færa sig nær NATO og þessi tvö lönd eru orðin helstu svona samstarfsríki NATO og það er mjög merkilegt hvað finnsk stjórnvöld eru einmitt farin að leggja mikla áherslu á að fylgjast með og rannsaka einmitt þessa villandi, þessa falsfréttir, þessi vinnubrögð og við sjáum netárásir sem eru að fara að hafa gerst og munu gerast hér. Þannig að við erum berskjaldaðari á mörgu leyti heldur við voru hér á tímum kalda stríðs. En þetta þvælist náttúrulega fyrir svolítið íslensku ríkisstjórninni að hún spannar sviðið frá vinstri til hægri og það er náttúrulega eini stjórnmálaflokkurinn sem er móti að NATO-aðildin er með forsætisráðherra. Er það ekki? Ég meina, þetta var svolítið ruglingslegt frá ríkisstjórninni hvort að við styddum aðgerðirnar eða ekki og það var svolítið svona fát fannst mér. Jafnvel innan sömu flokka. Þegar Katrín sagði það að þetta er að skoða betur og svo kom frá sjálfstæðisflokknum eða utanríkisráðuneytinu að við værum búin að samþykkja þetta, við höfum undirgengist þessar skuldbindingar og svo framvegis. Þannig að þarna er greinilega klár ágreiningur í gangi sem er náttúrulega ekki gott í utanríkismálum. En varðandi það sem að Óli Björn var að tala að þá held ég að það sé ekki bara Rússar sem eru að búa til einhverjar fréttir og tekna upp einhverjar aðstæður. Ég held að þetta sé mun víðar og ég held nú að Trump og hans fólk séu nú engir sakleysingjar á því sviði, bara svona ef við tökum hans sem dæmi og fleiri. Við erum líka að horfa á þetta bara hér á Íslandi, okkar litla Íslandi, hvernig falsfréttirnar í aðdraganda kosninga eru búnar til og eru þar nú engir Rússar á ferðinni. Þannig að ég held að við þurfum bara að vera svolítið meðvituð það í hvaða samfélagi við búum, að við hlaupum ekki til þegar við sjáum mögulega eitthvað, af því að Óli Björn vildi meina hérna að ég væri bæði að styðja það að við gengjum strax úr NATO og fylgjandi efnavopnaárásum, þá vil ég taka það fram að ég er ekki fylgjandi efnavopnaárásum, bara hreint ekki. Ég er ekki fylgjandi neins konar árásum. Ég sagði þetta ekki. Nei, þú varst svona ég myndi bara... Mér finnst ekki, mér langar að tala meira um Rússland og það sem þaðan kemur og þessar refsiaðgerðir sem við erum með í gagnvart Rússlandi. Finnst þér það réttlætanlegt, Ögmundur?
Já, refsiaðgerðir, ég sat í Evrópuráðinu og þar skiptast menn í pólitíska flokka. Pútín var í sama flokki og Óli Björn, þeir eru báðir í hægri grúpunni. Þannig það margt sem hefur breyst frá tímum kalda stríðsins og hægri vinstri kemur þarna ekki til sögu. En það sem að ég vil láta gera er að í stað þess að við hér eða þau niður á Alþingisins þar setja ákveði hvort við erum í NATO eða ekki, að þjóðin verið spurð. Og ég hef flutt þetta þingmál ítrekað og ég sannfærður það að ef í gang færi alvöru umræða með þjóðinni, ég veit alveg hvernig staðan er núna, það er minni hluti með úrsögn, þá myndi meiri hlutin snúast gegn NATO aðild okkar að NATO vegna þess að fólk að byrja að átta sig á því hve hættulegur félagskapur NATO og NATO hefur verið að breytast á undanförnum árum og við erum háðari stóru herveldunum þar, Bandaríkjunum og Bretlandi en við vorum áður. En nóg það. En gæti þjóðin treyst því að það yrði hlustað á niðurstöðuna? Nú erum við til dæmis aftur að koma að stjórnarskrá. Þá var þjóðin spurð og ekkert á hana hlusta. Já, en ég vil taka undir með Helgu Völu að því leyti að svona rangfréttir frá Rússunum, þú vilt tala Rússana, sem að enginn efast að eru í fullum gangi og á ýmsum sviðum, að þær eru ekki síður stundaðar vestanmegin frá og það sem hefur verið en það er kannski munurinn á vestrinu það að þar eru frjálsir fjölmiðlar til þess að tékka af staðreyndina. Já, þú ert til dæmis hluti af því, þú skrifað talsvert þetta og hef ég haft efasemdur hversu gagnrýnar þær eru. Við höfum Ríkisútvarp hér, við höfum BBC, við höfum Guardian, við höfum New York Times, við höfum Jonathan Cook, El País á Spáni, við höfum Monde í Frakklandi, við höfum náttúrulega ekkert líkt hvorki til þess í Kína né í Rússlandi. Allt þetta lið sem vestræn frétta. Allt þetta lið lét menn komast upp með Líbíu. Allt þetta lið. Og menn komast upp með árásirnar inn í Írak líka á sínum tíma. Allt þetta lið. Og nú það að gerast að Jonathan Cook sem býr í Nazaret og skrifar þaðan og var hjá Guardian og hefur skrifað í margverðlaunaður maður. Hann að stúdera viðbrögðin við greinaskrifum Roberts Fisk sem enginn efast hve ágætur og einn helsti sérfræðingur í miðausturlöndum sem kom til dóma. Veistu hvað hann að stúdera í þessari grein? Hann að stúdera viðbrögð þeirra fjölmiðlar sem að þú nefndir, þar á meðal Guardian, við þessum skrifum og hve gagnrýnislausir þeir eru. Og það hryggilegt að það aldrei fyrir en eftir á, löngu eftir atburðina, að menn vakna. Og ég hef áhyggjur af því. Það margar greinar hér og þar fisk og þær eru á alla vegu. Þær eru alla kanta. Menn eru að andmælunum, menn eru að segja kannski sé þetta rétt, menn eru að segja sumir að þetta sé. Maður sér allt litrófið í nú hefur þú væntanlega lesið þessa grein hans í Independent. Það sem að hann setur fram efasemdir á báða vegu. En þetta náttúrulega bara einn kall. En býtu, nú þú byrjaður. Þetta fyrsti maðurinn. Verðan rólegur. Þetta fyrsti maðurinn sem kemur inn á svæði sem var undir kontról undir ISIS. Því að menn voru bara mistu höfuðið. Og nú viljum við að fá fleiri slíka. Nú viljum við fá óháðar nefndir frá alþjóðasamtökum. Nákvæmlega. Við viljum það. Og rannsaka alla. Ekki bara suma. Ekki bara hleypti, heldur hlustum við á hvað kemur frá þeim. Birgir. Að við vorum að nefna fréttir vikunar, þá finnst mér að við verðum að tala um eitt. Það sem sagt þessi nýja yfirlýsing frá Norður-Kóreu að þeir séu hættir eldflaugatilraunum. Þetta eru stór fréttir og ég held að þetta sýni það að refsiaðgerðir, efnahagslega refsiaðgerðir bera árangur. Og nú ég ekki maður Trump en hann má eiga það og honum tókst að samfæra Kínverjana til þess að taka þátt í þessu og þetta hefur borið árangur og þetta ástæðan fyrir því að þeir eru að hætta þessum tilraunum. Þannig að það nú hægt að fara aðra leiðir heldur en að hernaðarleiðir og falska fréttir og svo framvegis til þess að ná árangri. Ég var bara að nefna þetta, mér finnst þetta merkilegt atriði sem það þarf að koma hér fram. Stórmerkið, mér langaði reyndar að nefna líka Evrópusambandið og EES. Það nú eru þið að samþykkja hjá miðflokknum. Þið viljið náttúrulega alls ekki ganga í ESB, maður veit það, en maður líka sjá að þið viljið fara í endurskoðun á EES-samningnum.
Já, það rétt. Það nú nokkrar ástæður fyrir því og það bara það mikla breyting og við sjáum bara hvað að gerast með Bretana, fara út úr Evrópusambandinu og svo framvegis þannig og það bara fullkomlega eðlilegt held ég að þetta nú einn af okkar bestu samningum sem við höfum gert en hann orðinn 24 ára gamall, 25 ára gamall og það fullkomlega eðlilegt að hann sé endurskoðaður svona bara í ljósi þessa. Þannig að það nú fyrst og fremst svona hugmyndafræðin á bak við þetta. Já, það náttúrulega ljóst að við færum aldrei inn eina endurskoðun á EES nema að Normenn væru með okkur í því. Jú, vissulega. Því að Normenn eru EES og við erum svona... Þeir eru svona primus motor, sko. En við þetta fylgjum þeirri áskorunir á þingi að fara og skoða ávinning okkar af EES-samningnum. Við styðjum það. Normenn fóru í að skoða hvað við græddum á því að hafa þennan samning og hvað við höfum í honum. Þannig að ég held að það hljóti bara að vera frábært af því ég held að við hljótum alltaf að komast að þeirri niðurstöðu að þetta sé stórkostlegur ávinningur fyrir okkur að vera þarna. Við í Samfylkingunni hins vegar viljum líka að það verði þá skoðað Evrópusambandið sömuleiðis. Að við skoðum hvað það myndi gera fyrir okkur. Af því að við erum auðvitað að horfa á að á hverju einasta ári þá töpum við ótrúlegum fjármunum í því að halda hérna krónunni, að standa fyrir utan Evrópusambandið og svo framvegis. Bara vextirnir hjá okkur eru 6% á meðan þeir eru 0% í Evrópu og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara í langa ræðu þetta, en ég held að ef við ætlum að fara að skoða, ég held að ef við ætlum að fara að skoða EES-samninginn, að þá ættum við kannski líka í leiðinni að skoða hvað fengjum við út úr veru okkar þar. Þið samþykktu það hjá Sjálfstæðisflokknum líka að skoða EES-samninginn, er það ekki? Já, sko, við skulum hafa þetta alveg á hreinu. EES-samningurinn eins og hann í dag er ekki svo sami og hann var fyrir 25 árum. Það verða 25 ár 1. janúar frá því að hann var leiddur í íslensk lög. Frá þeim tíma hefur ýmislegt gerst. Það hafa viðbætur, svo getur viðaukar í ýmsum málum komið inn í samninginn og við erum núna á næstu vikum eða mánuðum meðal annars að ræða þriðja orkupakkann og svo framvegis. Og á sama tíma hefur eðli og umfang Evrópusambandsins gjörbreyst. Og þegar við höfum verið að innleiða hér í íslenska rétt tilskipanir frá Evrópusambandsins sem byggja meðal annars á tveggjastoðakerfinu í þeirri trú og þeirri fullvissu að þetta myndi ekki ganga gegn íslenskri stjórnarskrá fullveldi lands og varðandi framsal til yfirþjóðlegra stofnana, þá liggur það líka alveg ljóst fyrir að tveggjastoðakerfi hefur ekki virkað með þeim hætti sem að við ætluðum og það hefur molnað úr því og á þetta hefur meðal annars formaður Sjálfstæðisflokksins bent og ég hygg að það sé ekki umdeilt meðal annars ekki í Noregi að tveggjastoðakerfið er ekki að virka með þeim hætti sem að við vonuðumst eftir. Þannig að það eru öll rök sem hníga að því að við endurskoðum EES-samninginn, endurskoðum hann og líka með tilliti þess eins og Birgir var að segja hér áðan að það verða verulega breytingar með brotthvarfi Breta og það verður fullkomlega óábyrgt af okkur að hefja ekki þessa endurskoðun. Það er ekki bara gert í samráði við Normenn, það verður að gerast í samráði og samvinnu við Evrópusambandið. Þú verður náttúrulega að fara til Evrópusambandsins og það er náttúrulega þetta gríðarlega batteri og það er ekki viss að það hafi tíma til að tala þetta vegna. Veistu hvað eru margar nefndir á vegum Evrópusambandsins sem er að vinna að alls konar reglum og reglugerðum? Það eru 2000 og við höfum að fylgjast með þeim öll. Bara spurning hvort að það er ekki að gera þetta í samráði við annan aðila sem er íslenska þjóðin. Og við þurfum að skoða ekki bara ávinningin af verunni í EES, heldur líka gallana. Og það er nefndur þriðji orkupakkin þar sem við erum að afhenda íslenska orkugeirann undir yfirráð Aker, þessar nýju orkustofnun í Evrópu. Við erum að gera það. Ekki nema við tengjum skerfinu. Hvern menn til að lesa grein eftir Bjarna Jónsson, rammarsverkfræðing sem birtist í Viðskiptablaðinu fyrir nokkrum dögum, þar sem hann fer rækilega yfir þetta. Og ég tel að það sem sé komin tími til að gera núna er að við göngum út úr EES. Og ef að Evrópa bæri gæfu til þess, hefði borið gæfu til þess að þróast í anda fríverslunarsamkomulags með samstarf á vettvangi menntunar, menningar og annarra þátta og mannréttinda eins og við gerum gegnum Evrópuráðið. Þá værum við á miklu farsælli vegferð og við þurfum að hafa
þor til þess og hugrekki til að endurskoða þessi mál öll frá grunni, ekki bara skoða kostina við að vera í EES. Ókostin eru miklu meira. Ég vil nú aðeins að fá bregðast við þessu. Það er gott að finna svona þetta gamla íhald hérna, allt í kring. Svona getur þú ekki afgreitt, þú getur ekki afgreitt en hins vegar þá er ég mjög fylgjandi því að við skoðum þennan samning. Auðvitað hefur hann breyst á þessum 25 árum, það hefur íslensk löggjöf líka gert. Að sjálfsögðu, þetta er ekki klettur sem að þróast ekki samhliða okkur mannfólkinu, heldur er þetta einmitt þannig samningur að hann er hreyfanlegur sem betur fer í samvinnu við okkur það sem eru hérna aðildarríkin. En það er svona svolítið merkilegt að finna hvernig hérna þeir telja þessir herramenn hérna að við myndum fara betur með okkar hagsmuni að vera hér lítil eyþjóð sem að þyrfti þá að gera samning við hvert einasta ríki í heiminum án þess að vera í samvinnu við önnur ríki. Það væri óheppilegt, held ég, og ég held að okkar hagsmunir fari mun betur á því að vera í samfélagi við önnur ríki og ég held að okkar hagsmunir í dag og okkar hagsæld á Íslandi í dag sé einmitt til komin vegna þessara samninga. Ég held nú aldrei ekki, en bara þetta. En Ögmundur, hann er ósammála mér þar. Já, ég vil ræða við þig efnisatriði og það að afgreiða menn, þessir herramenn og gamla íhald. Ég er ekki að tala fyrir íhaldssjónarmiðum. Ég tel að Evrópusambandið sé markaðshyggjubandalag á forsendum fjármála hagsmuna og það er á þeirri forsendu sem ég gagnrýni það og að það sé miðstýrt og það sé andstætt lýðræðislegum hagsmunum Íslendinga. Það er enginn sem segir að við getum ekki haft, við getum verið það og við rætt það, en þá án þess að vera með svona merkimiða. Birgir, ég sá það að þið í Miðflokknum, þið viljið vera í NATO og fylgja því, en þessi ályktun EES, myndi það þýða, erum við að tala endurskoðun þannig sem gæti hugsanlega þýtt útgöngu? Það held ég ekki. Þetta er bara eðlilegt ferli í ljósi þess að þetta er gamall samningur, brotnar forsendur varðandi Bretland og eðlileg endurskoðun. Þannig lítum við á. En við þurfum að fá Evrópusambandið þá að borðinu. Já, þeir þurfa að koma að því náttúrulega sem viðsemjendur að sjálfsögðu. Það er stundum sagt að þeir hafi lítinn áhuga á þessu. Það gæti verið, það verður að koma í ljós við. Bretar héldu að þeir hefðu sterkari stöðu eftir Brexit, en það hefur líka komið í ljós þar að þeir geta ekki bara tekið rúsínurnar úr jólakökunni. Bara eitt stutt í viðbót. Hvað eru þetta orðin mörg framboð í borgarstjórnarkosningunum? 16 held ég. Eru það orðin 16 núna? Þeir fjölgar 2 daga núna. Já. Þetta verður áhugavert. Þetta verður áhugavert fyrir ykkur fjölmiðlafólki að reyna einhvern veginn að hjálpa okkur. Það eru margt forvöld. Þetta er náttúrulega virkni. Ég meina við getum ekki kvartað þetta undan pólitískri virkni. Áhuga borgarmála. Hvað segir þú? Nei, ég bara mér finnst þetta bara ágætt. Hins vegar er það auðvitað þannig að það nú stundum kannski lítill munur á milli frambóða og áherslna sem að þau hafa og þá veltum maður því fyrir sér þeim ekki betur borgið þessum sjónarmiðum sem að menn að berjast fyrir með því að sameinast aðeins og kraftana undir einu merki og ná hugsanlega þá einhverjum árangri. Kannski sósíalistaflokkurinn og alþýðufylkingin og kannski þjóðfylkingin og frelsisflokkurinn, þetta er ekkert mjög ferlegt bara svo við byrjum, en svo er náttúrulega höfuðborgarlistinn og núna samfylkingin og Viðreisn, ég veit það ekki. Þetta snýst svona umræðunar sem skapast núna, við dæmum árangurinn á því. Við dæmum árangurinn, það er gaman að hafa ykkur hérna Ögmundur, Birgir, Helga Vala og Óli Björn. Við ætlum að ræða núna, það sem við erum búin að lofa, það er að tala um skerðingar á lífeyri aldrara. Ég sveik það hér í síðasta þætti.